Það urðu stjórnarskipti í landinu eftir alþingiskosningarnar 20. apríl. Þrátt fyrir að framboð væru fleiri en oftast áður fór samt svo að flokkum fækkaði á þingi. Borgaraflokkur sem fékk 7 menn kjörna 1987 bauð ekki fram og ráðherraflokksins náðu ekki kjöri á F-lista frjálslyndra. Stefán Valgeirsson sem satt á síðasta þingi náði ekki heldur kjöri fyrir heimastjórnarsamtökin. Sjálfstæðisflokkurinn var sigurvegari kosningana. Þingmönnum hans fjölgaði 8 úr 18 í 26. Alþýðuflokkurinn fékk 10 menn eins og áður og Framsóknarflokkur fékk 13 menn eins og áður. Alþýðubandalagi bætti við sig manni, náði 9 á þing en þingmönnum kvennalistans fækkaði úr 6 í 5. Niðurstöðu kosningana þýddu að fráfarandi stjórnarflokkar höfðu nauman meirihluta í sameinuðu þingi en ekki nægan meirihluta í báðum deildum, þáverandi deildum Alþingis. Forystumenn Framsóknarflokks og Alþýðubandalags vildu áframhaldandi samstarf fráfarandi stjórnarflokka en forysta Alþýðuflokks dró í efa að til dæmis álmál og samningar evrópskt efnahagssvæði næðu fram að ganga með svo naumum þingmeirihluta og vilji kvennalista til samstarfs breyttu engu þar Alþýðuflokkurinn var því í lykilaðstöðu eftir kosningarnar. Á 3. degi eftir kosningar baðst Steingrímur Hermannsson lausnar fyrir ráðuneyti sitt að ósk Alþýðuflokksmanna eftir að Sighvatur Björgvinsson lýsti yfir að hann styddi ekki lengur ríkisstjórnina. Ég baðst lausnar vegna þess að ríkisstjórnin á grundvelli núverandi stjórnarsáttmála nýtur ekki meirihluta fylgis á Alþingi. Næstu daga fóru fram óformlegar viðræður milli forystumanna flokkana víðsvegar bæinn og lá oft mikið á. Framsóknar og Alþýðubandalagsmenn vildu mikið til vinna að halda samstarfinu með Alþýðuflokka áfram og taka jafnframt boði kvennalista samstarf. Það boðið upp á það af Ólafur Arnari Grímssyni ætla ekki verið bara strax á mánudagsmorgun að Jón Baldvin tæki við að leiða ríkisstjórnina. Það kom hins vegar æ betur í ljós að hugur forystumanna Alþýðuflokksins stóð til samstarfs við Sjálfstæðisflokk. Það eru meiri líkur á því að við gætum náð málefnalegri samstöðu með Sjálfstæðisflokknum til þess að tryggja hér á næsta kjörtímabili starfhæfa meirihlutastjórn. Ég á ekki vonið að það tekja langan tíma að fá niðurstöðu. Ólafur Ragnar Grímsson gat ekki leynt vonbrigðum sínum kvöldið sem ljóst var hvert stemdi. Þetta ríkisstjórn viðreisn valdakerfis Sjálfstæðisflokksins og slíkir menn þurfa ekki að liggja lengi yfir málefnasamningi. Þeir geta þess vegna verið komnir hérna á mánudaginn og ég ætla þá að vera tilbúin til að fara út og til að safna liði jafnaðarmannahreyfingarinnar á Íslandi. Ég ætla ekki að bregðast þessu unga fólki. Ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Alþýðuflokks var síðan mynduð á skemmri tíma en nokkur önnur í sögu lýðveldisins. Því á 4. degi eftir að formlegar viðræður hófust tók ríkisstjórn Davíðs Oddssonar við völdum. Viðey varð sögusvið þessara stjórnarmyndunar. Þar hittust formennirnir 2 og ræddust einslega við í 2 daga og undirrituðu síðan stefnuyfirlýsingu nýju stjórnarinnar í Viðeyjarstofu. Forsætisráðherra sagði fyrstu verkefnin að ná tökum á ríkisfjármálunum og lækka síðan skatta og bætti við. Það er reyndar í því 3. er uppbygging atvinnulífs, ekki síst út á landi. Stjórnarskipti fóru fram á Bessastöðum 30. apríl. Þá hélt fráfarandi ríkisstjórn Steingríms Hermannssonar sem síðasta ríkisráðsfund og ný ríkisstjórn Davíðs Oddssonar tók við. Fyrstu fjárlagahugmyndir nýrrar ríkisstjórnar voru teknar til umræðu í júlímánuði. Markmiðið var þá 20 milljarða sparnaður á fjárlögum þessa árs. Það eru stórar upphæðir. Sparnaðurinn átti að nema 15 til 16% af fjárlögum næsta árs. Við eigum ekki léttu reiðin að ljúfu. Og það var töluverða áhersla á fortíðarvandann, arfinn frá síðustu ríkisstjórn og bága stöðu opinberra sjóða sem gæti hafa tapað alltaf 10 milljörðum samkvæmt nýjustu upplýsingum. Í rauninni þá held ég að þessi sjóður hafi fengið bein og óbein pólitísk fyrirmæli það ætti ekki að lúta þann lögmáli sem hann létu í veðri vaka í orði hvernig. Ég vísa því algjörlega bug.